too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Stökkbreyttu hlustendur, þið eru að hlusta á hlaðvarpið Tveir á toppnum og þetta mun vera þáttur númer #137 og við ætlum að leggja þennan þátt svona meira að minna undir Fallout vertíð 2 sem var að klárast í gær og við fjölluðum fyrri þáttaröðuna í þætti 45. Þá var ávarpið geislavirku hlustendur og ég var næstu búin að setja það bara aftur fattaði mundi það. En þá var Stefán Pettersson hjá okkur sem sérstakur sérfræðingur og þú var komin aftur. Já, gaman að vera með ykkur aftur. Velkomin Stefán. Takk fyrir. Gott að fá þig. Takk. Og ef við ekki að nefna það einu sinni enn að þáttur 45, Fallout einn af vinsælustu þáttum okkar frá upphafi einhverju það vegna og ennþá með hlustun og fólk ennþá pæli í svona þetta þetta mjög áhugavert Ég held að sé bara þegar Fallout þetta vinsællega maður heldur Já, eða Stefán ekki að við því við náttúrulega erum í öllum þáttum Bæðu og ég held þess að þáttum lífandi upplýður ekki mikla pressu Jú Og þar fyrir utan hefur náttúrulega verið 10 gestur ég veit ekki samkvæmt Excel-skjalinu mínu þá þetta 4. skipti sem kemur það gæti verið að ég sé að gleyma ykkur Vá, Já Ekki oftar Jú, ég held það sé oftar það var Rings of Power og þá Dune og þá var Alien og Fallout Já, og örugglega eitthvað Star Wars eða ekki Jú, örugglega svo var eitthvað Game of Thrones dæmi Já House of the Dragon Já, ég þarf að fara betur yfir þessi skjöl Ég er alveg lost í þessu Nei, þetta er líka orðið gamall katalógur hjá okkur House of the Dragon, það er orðið svo fálega langt sem við tókum það Já, það er líka rauninni fárlega langt sem við tókum síðasta þáttu Fallout hann er 45 Einmitt Það er næstu 100 þættir hann á milli Hvernig þetta var það? Júlí 2023 ég nú Hausti 2023 Það ekki? Hvað segir Spotify? Cool story, bra Já, ég myndi alltaf að segja líklegt það 25. apríl 2024 Nú, já, ok 2004 Já, Þó það maður 2024 Wow Alright, já, þetta náttúrulega Fallout-dæmi helviti gott, byggt á töluleik og allt það, við förum betur yfir það eftir en málana í dag Amazon Prime heimildamyndin Melania, hana Melaniu Já, af hverju er hún ekki komin út á Íslandi? Hún er bara ekki komin, hún er bara ekki komin á streymi Þeir taka, Amazon hefur þennan háttin á að hún var frumsýnd bara nú 30. janúar bara fyrir nokkrum dögum í slatta bíóhúsum í Bandaríkjunum og svo á hún að tikka eitthvað þar áður en hún verður sett í streymið Hann Brett Ratner maðurinn úr Epstein-skjölum Já, og hann leikstýrir það var búið að cancela honum sem kynglæbun áður en að Epstein-skjölin opnuðust en frægastu fyrir að hafa gert Rush Hour 1, 2 og 3 sem voru hvað ekki, Jackie Chan og Chris Tucker eða ekki Chris Tucker, já, shit, þú bjargar mér, ég ætla að segja Chris Rock og svo náttúrulega þriðju X-Men myndina X-Men Revolution Nei, í fyrsta Last Stand Já, hann tók við á öðrum pervert Bryan Singer Þetta er einmitt önnur þessum stórkostlega heimildamyndu sem eru gera alfari þú veist aðstóð Melaniu sjálfra þannig að það er ekki votur að gagnrýna í þessari mynd og það er frábært og og svo hefur eitthvað verið talað Donald Trump vill fá Rush Hour 4 og ég held í alvörunni að Brett Ratner sé að fá tækifæri til að gera Rush Hour 4 því að húsið er búið að panta þetta Hvernig ætlar að Trump að gera það? Það ætlar bara að búið til Trump Studios og bara fjármagna sjálfur í myndinni Já, eða Amazon allir búið að drulla svoleiðis yfir þessa mynd ég bara hef aldrei séð bara þunga sleggjudóma í
dómum bara út allan heim sko. Og og hún hún í 5% á Rotten Tomatoes hjá gagnrýnendum, hins vegar hún 99% hjá audience sem náttúrulega sem sagt, Maga Nation að gera gott mót sko. Frábært, og búið að grátbyggja okkur að taka hana fyrir Já, Anton Brink einn af helstu hollvinum tekja á toppnum, hann bara lagði pöntun á toppfólki sem Facebook-hópurinn okkar títtnefndur í gær og þetta náttúrulega, þetta ekki bara sjálfsagt mál sko. Þetta skrifaði skín fáum eitthvað geðveika viðmælda, fáum Jakob Bjarnar eða eitthvað einhvern annan það sem svo áhört þessum mynd sem að þrátt fyrir þetta það sé búið að svona drulliðurinn og þetta náttúrulega það tala þetta sé náttúrulega ekki heimildamind þetta svona eitthvað tala þetta bara, þetta 2 tíma infomercial sko, þetta bara auglýsing en hún hefur sagt sko miðasalan svo besta á heimildamind sem snýst ekki tónlist í 10 ár þannig að Melanie mjög ánægð og er búin að lýsa því að þetta sé sem sagt bara geggjað fjölmiðlafulltrúi á Hvíta hússins segir að þetta sé blockbuster og Donald Trump segir að þetta sé must see hún var frumsýnd þarna í Trump Kennedy Center sem hafa frá loka sem hafa loka því að aðsóknin ekki nóg engin listamaður vill spila þarna heldur en við svona allavega, ég veit ekki ég reyndi eitthvað að finna út hvenær hún á að koma á Prime ég fann ekki neitt en Anton virðist vera búin að rekna á þetta þessi bara í lok þessa mánaðar og spennur ekki vel og sko ég held að Amazon hafi semst að borga eitthvað $75 milljónir fyrir þetta, sko $40 milljónir fyrir að fá að sína þetta hugmyndin alveg góð sko ef þetta væri alvöru sko, ef þetta væri gagnrýnin mynd og svona hvaðan komstu, hver ertu það ekkert þannig nei, þetta sem sagt, sko, undirtitlinn sko, þetta eru 20 dagarnir að seinni innsetningunni inauguration hjá Trump sko. Þannig hún undirbúa þannig að þetta ekkert Melanie nei, ekki þannig og þegar hún náttúrulega bara frá Austur-Evrópu og verður fyrir þetta hún fer vist einu sinni og setur kerti á leiði móður sinnar og þar með það búið sko. Það ekkert frábært ekkert það sko en ég held nú samt að svona myndir sko, þó þetta sé náttúrulega bara eins og þau vilja hafa þetta, þá getur þetta náttúrulega samt veitt okkur eitthvað einsýn í hversu innantómt og galtómt þetta liðið sko. 100%, ég menn þetta mjög áhört einhver síður en besta samt sko að sko Guardian átti held ég bestu línu sko, þessi Trump mynd sé gilt rusl svona gullin rusl endurgerð á The Zone of Interest það sem að Melanie þá væntanlega sko í The Zone of Interest sem að fjölskylda nasista fjölskyldan sem að bjó utan í útrýmingabúðum sko oh my god og frúin var alltaf sko að hirða pelsa og dót sko frá gyðingunum og svo var svona reykurinn af þeim að stíga upp úr brennsluofnum menn hún var að máta fött og klingur sem hún var búin að hirða þeim sko. Alveg rétt, ég var að hugsa um leiknum myndina með Jesú sem hann var að bjarga börnum sem við tókum ekkert fyrir Sound of Freedom Zone of Interest þetta alveg snöpp þetta miklu verra sko þetta verri líking og svo klárum maður þessum Guardian og þá breytti Guardian stjörnugjöfunni hún fekk eina stjörnu þegar dómurinn var birtur svo kom bara disclaimer og the star rating for this film was corrected on February 2nd 2026 a formatting issue led an earlier version to be awarded 1 star when the reviewer's intention was 0 þannig að það tekin af henni þessi eina stjörn maður þarf nú að fara að sjá Zone of Interest ég reyndi nú að horfa á hluta á henni þegar ég var á flugvallahóteli í Seattle fyrir ári ekki kjöra aðstæðu kannski fannst ekki það ekki, mér hugsaði þetta hvað þetta var eitthvað fullkomið sagði ekki frá þessari sögu fyrir það hlýtur að vera sko. En allavega við býðum spenntir eftir Melanie og þetta einmitt að því hvað nefndir á hana að sko Amazon er svona almenn ánægja með þetta þó hún sé sko, hún mun aldrei náttúrulega skila þeim í plús en þeir eru hæst ánægja með viðtökunar í bíó og sjá fyrir sér mikla gleði í streyminu og sennilega ég hef svo þessi mynd sem að ég held allir muni eða ætla að sjá þessa mynd sko, ég held að það sé óhjákvæmilega Já en þetta er svona samt sko
hvernig Amazon ætlar að tækla það að þetta sé eitthvað annað en $75 million mútur til Trump, sko. Þetta náttúrulega bara eins og svo tengst þetta Jeff Bezos sem á Amazon og á Washington Post og var að reka fullt af blaðamennu þar í vikunni og kom náttúrulega í veg fyrir að blaðið byrti stuðningsyfirlýsingu til Kamala Harris fyrsta sinn í sögu blaðsins sem blaðið geraði ekki. Þetta alltaf mjög eðlilegt sko. Við lögum á mjög eðlilegum tím en svo mjög áverð sko, það er náttúrulega búið að greina hópin sem búin að fara í bíó og að sjá þetta og það eru 70% bíógesta eru konur og 72% þeirra eru eldri en 55 ára og 75% þeirra eru hvítar þannig að þetta er náttúrulega bara þetta eru maka sjómlutnar sko 75 þetta er líka ég vil þeirra sko konur ekki í meiri hluta bíógesta sko það er smá orð já, það eru lojal en svo náttúrulega áverðst að þetta er náttúrulega sem ég las einhversta grein sko að sko náttúrulega líka vinsældirnar að þessar mynd fá þetta áhrif þetta er náttúrulega áhugjefni fyrir alla sem gera heimildarmyndir að því að svo, þú hefur rætt mótur þetta er bara enn heimildarmyndin sem engin heimildarmynd sko þegar viðfangið er náttúrulega bara stjórnaröldur sko Þetta er svo áhugavert að því mér finnst þetta að sleppa með David Beckham heimildarmyndin og Netflix mér finnst að sleppa, ég veit ekki af hverju kannski bara þegar þetta er Beckham þú veist það þurfti ekkert endilega eitthvað svona mjög gaggrínni augu á hann þetta var miklu verra þegar Charlie Sheen var þá hefði alveg 100% þurft bara alveg blaðamann bara heyrðu, býta okkur gerðu þetta hérna okkur landur þessa konu já líka þetta. Bara ærandi þögn sko að hvorki pappans nýja Emilio Esteve sko bróður hans þeir bara vildi ekki taka þátt og þá var það bara afgreitt sko það er ekki gott hann að segja en þetta er líklega mynd þetta verður líklega svona vestadæmi þetta þegar við mögum þetta er náttúrulega ekki heimildamynd þetta er ekki þetta er ekki raunveruleg heimild þetta er bara áframhalda eins og ég eitthvað Bjarnar myndi segja þetta er bara áframhalda á samfélagsmiðlum sko já svo það er nú nefndar hérna sko í þessum flokki það er Michael Jackson, This Is It og With Love Megan og nú síðast Victoria Beckham Netflix heimildaserja ég byrja að horfa já kannski held ég áfram ég hef ekki hótt að nýta þessu ég vissum ekki aðeins eins þessi Michael Jackson dæmi en þetta er vond þróun í heimildamynd að gera en þetta er náttúrulega bara í takt við allt annað svo sem sko þetta er bara True crime heimildadæmi gengur mjög vel já, það er einmitt nefnt sem hérna mótvægi er hérna myndi sem við horfum á, hvað heit hún? Besti nágrann í heimi? Nei, versti nágrann í Bad Neighbor já, hérna með vondu kellingunni já Þetta er þetta er áhugavert sko sérstaklega ef að Brett Ratner trommar svo upp með Rush Hour 4 sko þá ég veit ekki hvaða samsæðskenningar maður á að fara að smíða þá sko en það er einhver gagnrýndi að segja þeim sko þetta er náttúrulega bara áróðismynd og Brett Ratner er engin Leni Riefenstahl það er kannski bottom line sko Heyrðu, svo hvað gerast í glápinu hjá ykkur? Já ég býð alltaf spenntur eftir þarna A Night of the Seven Kingdoms já, það Oddur stökk fyrstur á þann vagn og ég er ekki búið með 3 þætti er ekki komin 3? Komin 3, kemur 4 núna fyrr út af Super Bowl kemur á föstudaginn kemur á morgun já, vestan við Allandshafið frábæri þættir ótrúlega góður og algjörlega ekkert sem kannski í anda bókar en svona fyrir held ég almenna áhörundur sem horft á Game of Thrones þá bara hvað er gangið núna þetta er alltaf þessi tilfinning alltaf þessi dýnamík sko. Alltaf þessi, mann líður eiginlega ekki eins og þú veist, það er alveg hörmungar að gera þarna en það er alltaf þessi andi þarna það er eins og sé eitthvað svona hvernig lýsir maður þessu, það er ekki allir skítala sko Nei, alls ekki og svona, líður bara vel einhvern, bara svona líka vel við personar það er ekki vondir einmitt þá er það um þessi 2 þetta dúo hérna, rittarinn og skósveitin eru auka personar eru svona, þú veist ekki það vondar nei en það var eitt skítall eitt skítall nei, þetta er líka fyrir svo skemmtilegt það er bara, veit ekki sem er fyrsta kostur, þeir eru stuttir rétt 30 mínútur þátturinn sko og 7 þáttar sería þannig að þetta tekur skjótt af sko en ferlega gaman að þessu og það gengur það sem að fara á gangu sem er dýnamíkin á milli mannsins sem er aðalpersonan Sir Duncan the Tall og svo skjálsveinnunars lillistrákan, það er algjörlega algjörlega stórkostlegur með stóran kjátt já, þeir eru geggjaðir saman sko. það er ógeðslega að finna sko
og setur náttúrulega tónið þegar hann fer hann út að skýta hann strax í fyrsta hætti sko. Jú það er bara þannig serían það er bara annarkur skýta svo kemur hann Sir Erlin the Long eins og hann kallaður já, einmitt, með stóra tippir svo er hesturinn í þriðætti það er alltaf eitthvað það er alltaf eitthvað það er eitthvað svona smá gróteska en þetta er ekkert svona yfirgengilegt og þetta stendur 95% hjá gagnrýnendum á Rotten bara 66% í audience veitum hvað það er en þetta er sagt að vera huge win for HBO þetta dró að sko 6,7 miljón áhorfenda í Bandaríkjunum á 3 dögum og er sem sagt þriðja svona stærsta opnun hjá HBO Max á eftir House of the Dragon og The Last of Us þannig að Game of Thrones heimurinn er í stuði alltaf greinilega lifir af þessa 8. seríu í Game of Thrones það duði ekki til að drepa þetta nei sem betur fyrir eru aðrar áhugaverðar sögur hana í þessum heimur já, svo er þetta bara spurning útvæslur og þarna er bara einhvern veginn það er ekkert verið að elta þetta dúo sem að gera Game of Thrones þetta er bara einhvern veginn svona allt öðru sér fílingur sko. Einmitt sko Svo náttúrulega kláraði með dönsku konuna í vikunni sko. Já, sem er á RÚV stórkostlegt marglaga og hildjúft listaverk Er það málið? Já, okay. Ég var eiginlega hrifin af þessu sko. Og það er eiginlega galið við sem ekki sér þátt að bjóða Benedikt Erlings jafnvel hérna honum Óla Egil sko. Heitir það ekki? Ólafur Egill Egilsson Ólafur Egill Egilsson Já, jafnvel ótrúlegt að við séum ekki að gera sko. Er þú búin að horfa á þetta Stefán? Nei, ég á þenni, ég ætla að binsa þetta Það er frábært Hám horfa á þetta Var ég bara klára daginn? Jú, þetta var bara klára daginn sko. Mikil svona sem alveg talaði þetta á vefnum Illu Jökulsái var ægilega ánægð með þetta Já, Guðmundur Hætti Tórsson Jósef og Lofi sko. Einmitt, frábæra sem er eiginlega best við þetta eru tónlistin sko. Svona alls konar ábreiður af gömlum norrænum lögum íslenskum og dönskum og sænskum og eitthvað svona poptónlist sko. sem mér er skapið sko. Kim Larsen 100% Dótó en þetta Dótó Öruglega sko. Abba Öruglega en já, ég hef ekki Abba, ég maður ekki alveg en einhver sænsk lög og Eurovision lög og eitthvað þess að Ok Já, danska konan Svo, highly recommended svo er maður bara fastur í Industry á HBO sko. Ungu krakkarnir sem er að vinna í banka Já Kit Harington er í 4. seríu sko, nýjast seríu Þannig að þetta er skemmtilegt þetta er svona hliðarsería hjá mér ég er að horfa á þetta bara þegar ég kennst í að horfa á þetta sko. Skiljið hvað við? Já, við skiljum hvað Þetta er mjög miklu svona HBO þættir og ég geti ímyndað ykkur þú veist, ungi krakkar að byrja að vinna á fjármálafyrirtæki kaupa hluti, selja hluti allt þetta, hanga með ríku fólki og mikið mennskabrjálægi mikið af kynlífi, mikið af leikunum sem er augljóslega búið að plata í einhverjar kynlífsinnur og alls konar Fleira, Stefán? Svo bara svona einn þáttur svona, ég er að horfa á Abbott Elementary og Disney Plus Einmitt, er það alveg geggjað það? Já, ég er svona gaman sko. Ég er svona gaman að svona synda kvöldin og henda svona 20-30 mínúna sitcom grín þátt Ég hef heyrt það sem mjög fyndið Þetta er náttúrulega með á leikurunum mann ekki hvað hann heitir, hann leik hana Chris í Everybody Hates Chris tíma, skjá einum og 4. sería er þarna með crossover þátt með It's Always Sunny í Philadelphia sem var alveg geggjað þáttur Já, crossover þættir eru skemmtilegir Þannig að mæli með Já Einmitt, ég hef séð þann crossover þátt hann var mjög skemmtilegur en það er ég mikill aðdándi að It's Always Sunny í Philadelphia Alveg listaverk Já, geggjað sko það er svo fárlega, svo finnst ég svona þætti það sem allir eru vond manneska sko Já, það er eitthvað svo stórkostlegt ólík vond manneskjur í rauninni sko Einmitt, akkurat Alltaf Danny DeVito alltaf ógeðslegri með hverju séri sko og ótrúlega maður sko og þarna allir, það er íktari með hverju séri þannig að það er alveg virkilega góð þetta Já, kekja Night Manager kláraðist og var að búið í síðast maður þarf að horfa á þetta ekki Jó, þá þarf þetta náttúrulega sko, þetta er náttúrulega season 2 sko, þá þarf þetta að byrja á fyrirseríunni byrjunni og svo fyrirseríunni var náttúrulega byggð á samvindri skáldsögu eftir John le Carré sem náttúrulega er svona legendið í
svona njósnara bókmyndunum. Já, mér vantar eitthvað svona eins og Slow Horses. Þetta ekki svona... Þetta nú ekki þar, sko. Þetta allt öðru, þetta meiri svona... Þetta samt alveg gott. Já, þetta mjög gott, sko. Og þetta stendur í 90% á árátti og 77% í 81. En samt, sko, þetta var alveg spennandi. Ég var alveg spenntur, en svona, ef maður fyrir eitthvað rýn í plottið, það þolir það eiginlega ekki, sko. Svolítið margt, eða svona ýmislegt sem bara, já, ok. Svona ótrúlega sinnaskipti hjá persónum, einn af vondikallin verður bara ógeðslega góður svona på þurfi okay. Og en Independent var nú eitthvað rósaðis og mæla með því að benda á samt að besta sjónvarpsþáttaröð ever gerð eftir John le Carré bók Tinker Tailor Soldier Spy sem var nú síðar gerð einmitt bíómynd með Gary Oldman leika Smiley og alltaf skemmtileg textatengsl við Slow Horses. En þar var Alec Guinness, sjálfur Obi-Wan lék Smiley, þetta frá 1979 og þetta á iPlayer hjá þeim í Bretlandi þannig að svona Independent að mæla með því að fólk kíkja á þetta eða saknar Night Manager RÚV sýndi þetta ég var svona 12 ára þegar ég horfði á þetta frekar þungt fyrir mig þá en ég á þetta nú á diskum, ég verður ekki að kíkja á þetta nema hvað, að á Facebook hjá Independent þá trommar upp í kommentum sjálfur Egill Helgason. Wow. Já. Og hann sko segist að það hafandi lesið allar bækur Le Carré og séð allar þáttaserjur og bíómyndir þá sé hann algjörlega ósammála þessu. Le Carré would never have plotted so thinly. He was a much deeper author than this and more complex. Also the idea of British funding regime change in Colombia seems frankly ridiculous. Mediocre stuff. Þessi þungu högg sko. Wow, Jesus Christ Já ok, það er alveg þungur dómur þungur nýfur, þessi nýfur á að vera þungur hjá Agli þetta er alveg rétt hjá hann sko, ef þú fer eitthvað rýn eitthvað í þetta, þá eiginlega heldur þetta ekki vatni seinni serían en hún endar mjög óvænt endalok Fyndi að ég er búin að sjá sko 2 fyrirsagnir annars er þetta bara eitthvað tímamóta sjónvarp báðið breski miðlar Guardian og Independent kannski Independent og svo hitt bara fyrirsögn bara eitthvað þetta er glatað þetta er eftir mig þetta er alltaf fyrsta flokks framleiðsla og það er alltaf Tom Hiddleston, Olivia Colman Hugh Laurie, þetta er alveg þetta er óaðferðanlegt náttúrulega í lúkki og áferð og leik en það er ekki allt svo dröslaði mér í gegnum The Rip þarna á Netflix með Matt Damon og Ben Affleck horfður á hana? Já Matt Damon fór náttúrulega drulla yfir Netflix eftir að hafa leikið í henni það bara tóðlega að Netflix var bara að íðilega kvikmyndaðinaðin og fólk nefndi ekki lengur að horfa á bíómyndir og það verið að púa til allt eitthvað eins og fólk myndi þú veist, vita að geta að horfa á síman og horfa á mynd og bara þetta gamla klassíska Er ekki þannig að Quentin Tarantino sem orða eitthvað svipað með Netflix og streymisveitur og það er ekki kvikmyndús ok, bara nýlega Já, það er að gera ákveð tíma Það er náttúrulega eitthvað rosalegt í gangi þarna meðan hann díla að kaupa Warner Brothers Netflix náttúrulega var búið að landa því svo er Paramount bara, heyrðu ekki séns Nei, ég veit ekki, þetta var allt í lagi sko, þetta var lengi í gang og ég hef aldrei verið hrifin af þeim vinnum Matt Damon og Ben Affleck sko. Í alveg, ekki Good Will Hunting maður Já, ég er bara ekki þeirra maður sko og svona Matt Damon hann er kannski hann er að þroskast upp í að geta verið svona töffari, ég fannst hann alveg svo bjáni í Born-myndunum sko, bara eitthvað svona Þessi náttúrulega kom að stórmynd í sumar Já, Ódysseus Wow, líklega aldrei verið stærri Matt Damon Nei, nema svo eru þarna sko, þeir eru löggur og svo eru 2 svona löggugellur með þeim og önnur þeirra leikin af henni Teyana Taylor sem eiginlega stál One Battle After Another sem Perfidia ferðilega 2 ógeðslega flottar og töppi sko, svo bara hverfa það er þú veist, það er ekkert að gera þarna sko, þegar náttúrulega Ben Affleck og Matt Damon þurfa náttúrulega er svona Netflix sleikja yfir þessari mynda Já, ég held það svo að ég sá bara trailerinn og ég bara Já, því líka við að við erum að fara að tala um sko Fallout sem er á Amazon Prime og mér sýnst bara núna sko, Netflix er náttúrulega bara svona einhver rusl veita þetta rekur algjörlega lestina sko. HBO og Apple TV er náttúrulega bara einhverju sérflokki og svo er bara Prime sko miklu meira flexa með það sko. Maður á sínum tíma þegar Stranger Things var að byrja og þú veist þá var
Netflix var svona Empire sko House of Cards og Orange is New Black ég mitt fekk með Netflix sín tíma til að horfa á House of Cards sko, með Kevin Spacey og þarna en nú bara hvað það? Bara Amazon Prime og Disney Plus bara náðum sko í mörgum efnum já og bara fara yfir á í bara svona gæðum almennt sko einmitt já, nei, Netflix er að byrja með ég byrjaði með Netflix út af Marvel-þáttunum Daredevil og Punisher the Dot geggjað sko og já, en svo veit ég ekki Lincoln Lawyer var að droppa á Netflix í dag 4. sería, ég nú spenntur fyrir því og svo bind ég vonir við Detective Hole sem byrjar á Netflix 27. mars árið komin í Harry Hole sko Harry Hole, eins og hann heitir nú alveg rétt, já ef þeir fara vel með source material þá er þetta náttúrulega framan að þetta geggjað bækur hjá Jón Nesbø sko. alveg geggjar, ég reynda bara að lesa eina Snjókallið maður já, hún var einaði betri já, hún var geggjuð þannig að það verður spennandi að sjá hvernig Harry Hole kemur út úr Netflix hakkavélinni hvernig, þetta er 26. mars wow, ok ég fór nú í Bíóparadís í vikunni nei fór á suður-kóresku myndina No Other Choice já Vá maður, hún er geggjuð hún geggjuð? Já, ég myndi fara á hana í bíó í Bíóparadís basically bara maður sem er að missi vinnuna lifur hérna fullkonu lífi fjölskyldur 2 hunda 2 börn og einbýlishús, þú veist, Suður-Kóreu svo bara missir hann vinnuna skemmtilega og hann þarf að finna sér nýja vinnu það er bara alveg átak það er ekki hlaupið Nei, það er ekki hlaupið að því ádælumynd þetta er mjög mikil ádælumynd kemur oft frá Suður-Kóreu já, suður-kóreska vinnumenningu og svona, já og hann fer óhefbunarlegir til þess að finna sér nýja vinnu og ég hvet allar bara til þess að eiginlega fara á þessa mynd sjá hana bara, ekki horfa á trailer bara fara bara á þessa mynd þetta er aðal, leikarinn í henni náttúrulega lék í Squid Game já og mjög, ekki aðalhluturki í Squid Game en svona já, hann er eiginlega flottasti sko, mesti töffarinn í Squid Game 100%. Og svona lúkkið þetta er mjög myndalegur maður sko. Lík stórt hlutur, já, hann lík The Match Game Maker sem það ekki í Squid Game já. Þannig að, já, þetta er bara algjörlega stórkostlega mynd Já, og vorum við ekki eitthvað nexast á því vorum við ekki að tala Óskarstilum eitthvað síðast að þetta er sniðgengin alveg þessi mynd og þessi leikstjóri eina ferinn enn þetta er orðið svolítið svona vandrarætt finnst mörgum sko. Þetta er mjög skrítið, þetta er frábær mynd alltaf gerist alltaf í Bíóparadís eigum við þá að fara í málana Er það ekki það? Já Ég meina við tókum hann í mitt april 2024 tókum við Fallout fyrstu seríuna við erum hlustendur bara við spillum við ræðum þetta bara hispurslaust Já, þetta er alltaf nýlokið síðasti þátturinn datt inn sagt, á miðvikudag í gær en við verðum bara að tala tæpitungli Þetta eru 8 þættir Sagan heldur bara áfram frá því sem að fyrir að hóra, ég gerði mér svo sem enga væntinga fyrir þessari seríu en ég uppleiði bara svolítið svipaða tilfinningar og við að horfa fyrir seríuna sko, ég var mjög hrifinn svona loka meitarnum velti ég fyrir mér nokkrum sögþráð þá fyrir að svolítið að fjölga kanadísk baksaga til dæmis sem að svona öruglaði með smá í rýminu sko ég skildi ekki alveg það var hann að konan í voltinu flotta kona frá Kanada sem er svona einið hún er svo töff, svo skemmtileg típa mér fannst þú bara hennar stóriarka alveg mögnuð í þáttunum Getur þú útskýrt þetta fyrir mér, Stefán þegar nú ert þú sérfræðingur í þessum þáttum og við fengum þið síðast til þess að útskýra alls konar dót Hvað er í gangi hérna? Hún er flóttamaður frá Kanada? Já. Akkur er hún flóttamaður frá Kanada? Sem sagt, í þessum heimi, sprenginar fjallu 2077. Já, ekki 1953 eins og mjög margir myndi halda. Nei, því að þetta er heimur sem gerist þarna sem verður bara stöðnun á 7. áratugnum í tísku og ákveðnu menningu. Makartinismi lifir enn á 21. öldinni, þar sem allir eru skítræddir við kommunismann. En þarna í kjarnorkusprengjuna falla þarna 2077 í þessum heimi og þarna cirka 10 árum fyrir það réðst Kína í Alaska til að ræna olíuauðlindina þar af körnum þegar olían var þarna í jörðinni og þarna og Bandaríkin fær bara svona hugmynd bara, við ættum bara að hernáma Kanada það var miklu þægilega fyrir okkur að flytja hermenn yfir til Alaska og svo framvegis
þannig að Kanada verður bara svolítið þarna partur á Bandaríkjunum og þetta svolítið svona óþægilega spot on já, það mitt búin að vera mikið umræðinni sko, að þannig að einmitt kringum þetta flashback-atriðin sem gerði í Kanada, það er bara svona, þetta er bara mjög hættulega nálægt raunveruleikanum sko, í dag þannig að, en já, hún þetta er greinilega flóttakona og fer gegnum svona hvað heitir þetta er svona, það er sérstætt orð fyrir þetta eitthvað svona fangabúðir eða svona landamærabúðir fyrir utan Kanada og kemst yfir og hún kemst yfir og verður bara grjóthörð og svona, já, bara miskunnulaus, köld til að lifa af og svo Við höfum svo sem ekki fengið að vita meira af hverju hún var að flýja Kanada eða hvað? Ég held bara almennt séð þegar bara einhvers konar tækifæri já, Bandaríkjunum á þessum tíma sko. Maður veit ekki hvað sem mikið Bandaríkjunum var að ganga í að mergsjúa Kanada í þessum heimi sko. Hvernig voru þið hrifnir að þessari seríu 2? Já, mjög hrifin já, ég myndi að segja það já, og þú náttúrulega þekkir þetta miklu betur en til að segja og alveg ert inn í leiknum og svona sem ég veit ekkert sko. Jú, ég var bara ótrúlega ánægð með þetta, ég var rosalega ánægð með fyrir seríuna og mér finnst þetta bara alveg halda einhvern veginn óhjákvæmlega fer maður að byrja þetta saman við hina dómstags heimsenda töluleikja seríuna, The Last of Us sem var frábær fyrir serían en svo heldur ekki dampi sko. Þetta er bara, ég er alveg til meira sko. Þetta er alveg og mér nú sko, þetta gagnrýndi Empire sem að gera 4 stöðuna segja náttúrulega bara sko, þessi sería sínu þá sanni að sko, fyrir serían var engin tilviljun þetta, og nema svona bara í þessari umferð þá fáum við bara svona meira kynnast svona, the weirdos of the wasteland alls konar fyrðu fígurur og stökkbriði og dótarna sem eru upptrápa mjög skemmtilegar típur sko. Einmitt. Mér fannst það sem hélt mér mest er þessi mystería í fortíðinni hvað í fokkanum gerðist í fortíðinni Já, bara alla senur sem voru bara flashback-senur með Walton Goggins sem Cooper Hauer, það var bara maður hallaði sér að sjónvarpinu þegar þær senur komu sko. Alveg 100% Já, rosalega skemmtilegt að þegar maður var einhvern veginn alltaf að hugsa býtu, hver er yfir, hver er vondi Já. Það einhvern veginn hékk svo milli einhvern veginn, þú veist það var svolítið óljóst framan af í þessari seríu hver þetta væri Einmitt, það var náttúrulega svona þessi hópur, þessi vondi sem er búin að vera bak við tjöldin allan tíman var stuttlega kynnt í þarna fyrir seríu þegar hann, hvað heitir hann, Dr. Siggy Waltz gaurinn úr Lost þáttunum, þessi sem Tóti sagði var svo creepy já. Í fyrir hvað Fallout þætti hér á tveið en hann alltaf flýr hana með þetta kubbin, bláa hana hvað heitir það? Infinite Energy hana, já, og orkukubbin og þarna og svo kemur þetta flashback sína þar sem hann bara, já, hann stendur hann í liftinu og er að kvísleirinn á, hvað var það, konunans Walters, hann Coopers og hugsaði svona, já, ok, þá hann hefur bara frist sig, bara eins og margir aðri geri þessum heimi til þess að lifa í framtíðinni Já, það er einmitt sko, frá alltaf Walton Goggins sem að leikur hann að þessa kúreka stjörnu, einhver John Wayne síns tíma konan hans einhvern veginn bara í innsta hring í kjarnorku heimsenda plottinu sko. Og hann fer svona helviti illa út þannig að hann er orðinn alltaf þessi gúl sem er náttúrulega stórkostlega neflaus og hálfódreipandi og sko þessi leikar er alltaf frábær Walton Goggins hann fer svo léttilega á milli sko, að vera þessi kaltæðni gúl sem er alveg komið fyrir koka á öllum og þessi hjartarheini góði maður sem hann var þarna í gamla dag hann er algjörlega aðalpersonan í þessari já, þannig og svo náttúrulega samspili milli hans og hennar Lucy sem hún með stóru augun Ella, pörnuleikur það er sko þeirra samspili er líka kannski svolítið svona, finnst mér svona límið í þessu sko. Já, þetta er svona eins og barnið farið heiminn og reynslupoltin liðin og hún er bara alltaf að reyna að gera það sem er alltaf að reyna að breyta rétt Já, allt sem er svona, hún myndi telja að sé rétt sko, en síðan kemst í ljós að það bara er ekki endilega rétt þetta er bara, það er það fórna öðru fyrir meta hvað er verra þú veist,
tveir slæmi kostir, þú ert bara verja en hún reynir alltaf að finna er svona jákvæða við allt saman og svolítið að brenna sig að komast að því að vera svona næs og miskunn sem getur komið harkalega í baki á þeir sko. Þetta er matmaks heimur eitthvað sko. Þetta er ekkit Mér fannst einmitt það sko þarna með þessa seríu, þetta er svona pingulítið svona það kemur á öðrum kafla, það er sem að hugsa The Empire Strikes Back í Star Wars mér fannst önnur seríu að leggja meira dýpt í persónusköpun, það er svona meira svona áherslu á persónu að þróast við sjáum The Ghoul uppgöta aftur þarna Vaughn, það veist, hann er bara algjör búin vonlaus og allt henni verða svona aðeins mýkri Lucy læra bara á heiminn, hvernig heiminn virkar og hann kópúsbúinn okkar, Maximus hann einmitt Aron Moten hann sem því líka tenging af Ísland já, hann náttúrulega yfirgefur bræðralagið í þáttunum og finnur svona hamingjuna í einhver svona fortíð sem er alveg virkilega góðu sögurþráður í þessu seríu alveg einstaklega algjörlega, nei, og ég er alveg 100% sammála en svo er það líka sem er svo ótrúlegt í þessari seríu, þannig kynntar svo margar nýjar hlýðar náttúrulega sem heimi allar þessar herdeildir hvað köllum við þetta aftur The Legion sem eru bara Rómverjar þess að kunni ekki segja keisari Kevin McAllister fer fyrir þeim það er annarkori Caesar eða Kaiser en Lucy sko ég myndi þættinum svona leiðrétta það og þau bara hann var mjög gaman í þetta Legion okkur svona bjánar einhverjum rómarfíling og hann var alkoholi kölkin og var bara helviti góður gaman að sjá að hann geti leikið að sé bara notafur sko hann gerði þetta vel já algjörlega. Þó hann kom ekki mikið fyrir, hann var alveg hann sett alveg svona, hann stimplaði þessi inn maður alveg tók vel eftir hann sko. Svo New Republic, California NCR NCR og þannig hvað þegar hann er að berjast við eðlurnar í næst síðasta hefnum Aaron Moten þá fær hann óvænta hjálp frá einhverjum sniper sem er í þessum búning basically, sem er hann NCR búningurinn þetta var eitthvað rosalega vísun í leikinu ekki? Jú. Og hvað eru alls hvað nördar að spá í hverju þetta er eða ekki? Bara hvort þetta sé bara að vera spilarinn bara þú sem spilari þarna kom hann að kerfið í leiknum þú veist, kannski ekkert hvað við erum að tala um ég næ pælingunum já, maður er svona, þú getur skoti á alls konar hluta og þetta er bara eitthvað svona eitthvað fyrsta sem er dætt í hug sko, en ég held að þetta var bara svona höfbutinn svona NCR Ranger hjá þeim sko en þetta var svona easter egg svona semi já, þetta líka var klárlega svona fanservice, ég veit ekki hvað íslenska orðið fyrir fanservice er nei, til eitthvað íslenska orð fyrir það aðdáenda þjónusta aðdáenda rúm þetta var náttúrulega þetta atrið með leyniskiptunana var 100% aðdáenda þetta var reyni opnunadrið í leiknum Fallen Vegas sem er talin að aðdáenda vera langbæsti leikurinn sem gerist einmitt í þessari borg þar sem þættinir önnur sér að gerist og Robert House, hann er náttúrulega gegn stóru hlutur ekki þeim töluleik jú og hvernig varstu ánægð með hann í þessari seríu hann er svona alltaf hálfgert svona hann er illmenni í þessum Fallout heimi sem við töluðum mikið þessum töluleika heim sem við töluðum mikið í síðast þætti ég talaði að ég fílaði aldrei hennan heim einhvern veginn, því mér varst alltaf svo dimmur og eitthvað dökkur og alls ekki eins og í þessum þáttum og ég eiginlega bara stend bara algjörlega með því sko, þeirri fulltingu viljandi gert þegar þessi leikir byrjuðu á sínum tíma, 98-99 að setja svona ákveðin kaldanishúmor í þetta, svona satíru þú veist, þeir eru svona, þetta er mjög grimmur heimur en sama tíma mjög fyndin á sama tíma þannig að þetta er svona en Robert House kemur hann inn eða kynntur hana í annari seríu og er mjög stór persóna í leiknum hana Fallout New Vegas þessi spin-off leik og þarna önnur serían er svona nánast bara framhald af þeim leik myndi ég segja sko og það er ennþá svona að því að leikurinn þú farið mismunandi enda í þeim leik eftir hvort þú stendur með The Legion eða stendur með NCR eða stendur með House eða velur fjórða valmöðuleikan og það er ennþá svona óljóst hvað er rétti endurinn í Fallout-tíminu sko, hvað er kanon endurinn en það virðist eins og bara að þessu stóru með Legion og NCR hafa bara allir tapað í endanum sko. Mér fannst sko spennan eins og í fortíðinni þar sem að House var einhvern veginn teiknaður upp sem aðal vondikallin einhvern veginn og hafa beðin uppreisnumönnum að drepa hann og svo framvegis og maður hélt einhvern veginn hann væri stóri vondikallin
og svo hvernig hann talar það eitthvað úti sem veit miklu meir en ég sem einu skrifa undir mér allan tíman sem miklu verið en ég, þú veist, mér var stað að hefnast ekkert eðla vel, sko. Já, mér finnst alveg flott að þessi hópur The Enclave sem kynntur, eins og ég nefndi að hann var svona rétt svo kynntur bara nefndur svona í fyrir sér bara byrjunni svo bara búið en þeir eru svona stóru spilarnir í þessum baráttu. Hvað því, þú veist, Enclave, hvað það? Þetta bara Þetta í rauninu bara bandaríska ríkisstjórnin, the US government sem sé stuttu fyrir springinu fjallu og greina þættir í staðfesta að þeir voru ábyrgðir fyrir því að þeir komu sér fyrir fórseti Bandaríkjanna kemur sér fyrir og ná í einhvers konar olíupall vestan frá San Francisco og þeir lifa bara þar í næstu 200 ár, 150 ár sko. Og þeir þarna það gerist í seinni fóðallegnum. Þannig að þetta eitthvað sem við erum líklega að fara að sjá í 3. seríu. Já. Mögulega. Hvað þetta margir leikir? Þetta eru Fallout 1, 2, 3, 4 New Vegas. Svo kom Fallout 4. Jú, svo er ánlega leikurinn Þú varst að tala hana. Hvað þetta, ykkur 5, 6? Já. Þetta helviti mikið source-material sem hættir að móða úr þegar með Last of Us þá var einhvern veginn þegar við fengum Last of Us sérfræðingarna þá gott þau eftir fyrstu séri alveg spá fyrir hvað myndi gerast í 2 en það líka stóru munur sko, þeir held ég og nú ég bara fabulera að það svo augljósta handrið sögundarnir í Fallout að fá miklu meira frelsi til þess að búa til þess að sögu sem að tengist þemum og tengist söguþræðinum í eins og Fallout New Vegas en samt ekki beint söguþræðin í Fallout New Vegas. Það sem við svo brillant við þess að þætti að þetta eru leikir þættir byggður á töluleikjum en þeir samt að búa til nýtt efni. Já, á meðan að sko hvað heitir hinn Last of Us þeir eru bara endurgera leikin þannig að þeir hafa ekkert frelsi þeir lenda alltaf í setni seríu Last of Us bara í vandræðum það er sem rót vandans eða mismunum og bara fólk bara sneri baki við þessu á meðan að þeir eru með eitthvað þeir eru að kúka eitthvað rosalegt í þessu Fallout og finna alveg rosa jafnvægi hvernig á að þóknast þessi töluleikja aðdándum þó að mjög stór hópur argi hverjir bara eins og með Star Wars það alltaf hópur sem bara ósáttir með allt sama hvað en það sem þessi þættir eru höfða mest að það bara almennir áhörundur til að nefna kona mín sem hefur valla spila leikina rétt og snert þá dýrka þess að þætti einmitt, ég kem náttúrulega algjörlega feskur af þessu og Last of Us veit ekkert þetta ekki spila neitt og ekki bara vissi ekki það til og þetta bara ég finn ekkert fyrir því þetta sé verið að byggja að sækja um töluleik svona stundu og svona komur hann okkur skrýmsli það er að berjast okkur að ballrocka þarna og það er alveg svona töluleika fílingur en það trublar ekkert þetta er einhvern veginn bara passar allt inn í hennar heim þetta er allt bara mjög lógískt og þetta maður spyr sér allt svo mikla spurninga eins og í þessu atriði sem Tóti var að vísi í Alaska þannig að berjast í þessum armor Hank og svo sér hann þetta skrýmsli og hann er bara what the fuck og maður sem áhörandi er bara what the fuck Deathclaw heitir þetta víst þessi skrýmsli og hann út allt en svo er einmitt hás að tala þetta skrýmsli sem hann hefði séð og það hefur verið þá sem hann sá það í gegnum brynjun sem hann hefði átt að sjá því hvað var í gangi og maður er bara hvað er í gangi, hvað meinar þá er hann að tala The Enclave þú veist þú kannski veist allt þetta hvað er verið að vísa í og hvað, ertu með eitthvað kenningar sko í setjum máli Enclave og þessu hópur byggur til þessi Deathclaws það er þannig það er bara eitthvað genatíst vanskapað skepna í rauninni sko og þarna ætlaðu notaði sem bara vopn þannig að mér fannst það mjög töff að sjá því í flashbacksinni í Alaska þegar þeir letu sjá sig eins og þetta var bara eitthvað hálfgert bara tilraunarverkefni bara let them loose og sinni við til loka þættina staðfestir að hás að Enclave hefur þá bara sendt fullt af Deathclaws á áttaðunum og bara gerðsannlega stoppa allt sem hann vildi gera þannig að hann var bara fastur í þessu kasínu nákvæmlega einmitt en þú veist maður veldi fyrir sig bara upp á framhaldi sko þegar sem mér fannst svo geðvægt við þessa seríu var stóra mysterían sko og ég veldi kannski líka fyrir mér eftir fyrst seríu þannig að þú veist en hvernig ætlaði að halda þessu spennandi í þriðju seríu skilju ef við vitum bara að The Enclave er The Big Baddie þú veist hvernig verður þetta
spennandi og skemmtilegt þessi gúl náttúrulega komið með eitthvað vonanista, það náttúrulega eitt sem þetta skil ekki, er allir 200 ára gamlir þarna? Gúlin náttúrulega búin að vera bara around síðan að sprengja og að leita konu og dóttur sko, og núna sér hann, það getur verið lifandi. Af hverju er allir lifandi? Hann væntanlega gerði sig að gúl til þess að geta lifað í 200 ár. En af hverju ætti ekki konu og dótturinn að vera sko, náttúrulega heimir náttúrulega er byggður út frá svona 7. áratugar vísindaskaldskap þar sem ef þú fær mikið geislavirkni þá farið bara allt mun bara handleggur rísa úr naflanum þínum sem staðan fyrir eitthvað það mun gefa krabbamein eins og þetta gerir í raunleikunum en í fólkheiminu þá verða sumir sem lifa af geislavirkna verða svona gúls í rauninni, missa allt hár og verða bara missa nefið og allt út og Kúpháir er búin að vera þannig í 200 ár en til að hoppa það sem er svona nýtt og ekki nýtt eða þú veist, maður veit ekki alveg hvað það er sko, það er hana persóna Thaddeus sem þarna hvað tók hann tók eitthvað sniffaði eitthvað í fyrir sér hjá hana snákaolíumanninum sem fannst alveg hilariosatrið, hann mætir hana hjá Hank og Hank bara, herru, ég er með kvippi hana, ætla að heila þó þig, viltu tilbúið? Já, yes, please, og bara og ótrúlega peppir í þetta en hann er að breytast í eitthvað annað sennilega, sko og það er svona nokkar kenningar kringum það en í kringum hvað? Þú veist, eins og þetta svona, hvað var það, eitthvað munnur byrja að myndast á öxlunum og svo missa hana hendina það atriði í lokaþættinu þegar þau voru hana í... Is this normal? Það heitið fyrir lokabarta og bara dettur handlegurinn að svo fer hann eitthvað inn í hana inn í búðina og er að reyna að segja fólki til þess að fyrir að benda þá heldur hann bara á hendinni sem var laus og bara er svona bara sviflin einhvern sko og fær síðan aðtekla með því bara henda hendinni í gólfið sko En hvernig fannst ykkur hérna sögurþráður með pappa hérna með Lucy og þessi kubbur sem við varst að tala og hann var að búa til að það fylgta einhverjum heila þóðum zombies eða vélmennum sem á að vinna fyrir hann fannst ykkur það spendi? Já, ég líka bara hann er pappi Luciar og er náttúrulega Kyle MacLachlan að leika hann sko, hann bara gaman að sjá að hann hefur alltaf vinnu sko, ég er alveg bara sánað með það en jú, maður náttúrulega alltaf sko, hvað er hann að plotta, hann greinlega virðist að vera svona undirsáti þarna fyrir sprengju en ætla sér greinlega mikla hluti með þessum microchips, það er alltaf væntalega ekki það var svolítið Groundhog Day náttúrulega að springa alltaf hausar og öllum sem hann var að reyna að plugga sko væntalega ekki að vinna fyrir Enclave Jú hann er að vinna fyrir Enclave hann er það sko það er svona, setur svona annað samikið þú veist, eins og í fyrir sér fengur staðfestingu hann sprengdi heila borg og einmitt og við sjáum það náttúrulega gerast núna í fyrsta þættinum þegar hann ungi Maximus púlar Indiana Jones 4 og geimtur í Westinghouse ískáp eða eitthvað þegar sprengjan springur einmitt sko, það var rosalegt atrið bara það var touching sko það var þú verður að tala um hvað þið liði vel hvað var hamingjusum og það var bara nei, ég heiti skýt þá var einmitt þarna kemur þessi NCR hermaðurinn sem segir alltaf þarna patrolling the Mojave makes you want to wish for a nuclear winter sem er svona ákveðin lína úr leiknum sko það er bara svona, ef þú ert að labba í leiknum og þú sér eitthvað svona New Republic hermann og þú talar við hann og þú nær ekki tala við hann í samtölum þá segja hann þessa línu sko eins og hermann í Skyrim sem var alltaf að taka I took an arrow to my knee alltaf stríð hjá þeim í þessum Mojave eðmörkinni var svona þeirra Vietnam í rauninni sko þetta var bara svona algjört hellit á jörð einmitt en hann alltaf hann kemur hann með beint frá New Vegas ég held fyrst sko að þetta væri þú veist Mr. House eða Robert House sem var bak við það en ég farin að hugsa þetta var greinilega í samstarfi við þarna Hank McLean og þarna og skildi ég þetta rétt voru þeir að nota var pappi hennar Kyle MacLachlan að nota öldungadeilda þingmannin konuna var þetta ekki hún? Hausinn á henni jú. Kill me hún er vel aldrei verið bara þessi mögulega heiðarlegasta manneskjan í þáttunum bara að reyna að vera góð manneskja vera og bara ríkisfulltrúi og þjóna fólkinu og þarna segir bara við Cooper Howard sem vil líka hjálpa og bara þarna farið bara með til forsetans hann er bara lendaði í flugvillinu núna bara eftir kortir og
og leið og ég sem þekki heiminn þegar ég svona, nei, ekki gera það þú veist, forseti Bandaríkjanna þú veist, yfir vonda fólkinu sko, þannig að ekki gera það á sjón en þannig að Robert House hafði rétt fyrir sig sko, hvernig orðan þetta var eitthvað svona hann var búin að reikna allt út og hann var bara eitthvað líkindareikningi sem hann var búin að finna bara að Cooper Howard væri neistinn yfir kjarnorkustyrjöld og sem þetta var sagt Gali, sko. Já, og svo náttúrulega líka með forsetan þetta náttúrulega svo að hann sé skúrkur náttúrulega neltinn með frábæru leikarafali sko, það Clancy Brown byrtist þarna, Körganinn úr Highlander raðmóringjur einnig textaseríunni, alltaf vondur og mjög góður vondur sko, bara, það þarf ekki að segja mér meira sko, þetta örugglega bara einn af þeim vestur sko. Já, þetta einsina stór og mikill maður og alveg ristur og þannig alveg, virkilega gott sko og mér finnst það líka atriði sko svona svara ákveðni spurningu sem ég hafði rosa mikið fyrir serju hvernig Cooper Howard endaði því að vera eitthvað aðal Hollywood-stjarnan og fara svo í barnaafmæli og þykjast vera kúriki hann hefur bara verið blacklistaður bara sem eins og kommunistin var gerðið í gamla dagar Já, einmitt en hvernig, eitt söður viðbútt sem við höfum ekki talað maður er hjá bróður hennar Lucy sem fastur nýr í kvelvingunni fyrst kem síðan út og svo náttúrulega kvelvingin sjálf það mikið drama einhverja vassbyrðir og okkar kona kanadíska gælan þar einhvern veginn í algleimingi og hann kemst að það verið eitthvað vírus sem hefur verið að undirbúa hvernig fannst ykkur þetta? Var þetta spennandi? Skildu þetta? Ég er náttúrulega minnstir tengingu við þetta sko. Veit ekki okkur þetta alveg þetta alveg örgulega mjög fordilegt sko. Það eitthvað svona eitthvað sem ég næ ekki alveg að plugga mig nema þegar konan með leppin kemur, Kanada Pian hún alveg bara hún rúlar þarna þessum voltum það alveg, eða hvelfingum bara járnhefa lætur manni sér hverfa bara í einhverjum fann glerun í þarna í rusla hakkavélinni en ég þú veist þegar þarna mér fannst það alveg mjög skemmtilega saga í þessu seríu og líka tala við fólki sem þeir náttúrulega bara hann þykist að vera bara eitthvað starfsmæður hjá Voltec og þeir svona svo bara næstans verkefni þarna manni hvað hann orðaði eitthvað ekki Force Evolution væri sem notaði eitthvað allt annað en ég náði skamstöðunni ég var svona það búðar ekki gott sko því að það þessi vírus sem Enclave bjóð til eins og Enclave gerir allt í þessum þáttum sko sem vondu kallanir markmiðið var að búa til einhvers konar superhumans uberhumans, bara svona Captain Americans típur nema The Boys bara plottlínu nema allir sem smitast að þessu verða stórir, massaði, grænir bara þursar nema þau verða grótheimskir nema það alltaf einn og einn sem verða svona með einhvern háa grindastölu og við fengum þannig með þannig eina senu þegar Ron Perlman kom hann í smálstund sem stóra græna veran sem bjargaði Google úr alveg rétt, já, ég fattaði ekkert hvað var að gera þá maður hann bara bjargaði hann og tróð hvaða efni var það sem notaði plutonium eða eitthvað annað dæmi sem grænt lofandi plutonium í magan á honum hressan aðeins við svona. Það efni sem Homer Simpson fær alltaf hana í rassvarsan og það var rosalega áhrifaríkt atrið en hann þarna á stönginu alveg bara að deyja eitthvað neginn samt ekki að því að hann virðist ekki geta drefist sko. en að breytast í þetta feral dæmi sko, að missa vitið ríkalegt sko jú maður bara frekar hrifin að þessu sko allar leiðir liggja til Enclave það frekar ljóst sko en mér fannst þessi séri alveg fyrir utan það þessi kardidíft sko sem séri hann laði miklu áslá þetta svona fyrsta serían var náttúrulega bara hent fram bara einu bretti sko þarna serían kom bara bara horft á þetta það var hámið og þú gast bara núna þarftur að bíða eftir hvern þátt að því að fyrsta serían þeir fenguðu ekki grænt ljós fyrir meira fyrir en þeir vissu að fyrsta serían myndi ganga vel svo brillaði fyrir fyrsta serían og það var þá getur bara tekið okkar tíma núna og þannig að þeir eru bara taka þeir fengu grænt ljós að gera seríu 2 og 3 og þeir eru bara önnur sér var bara svona uppbygging fyrir það sem koma ekki svolítið erfitt að gera meira heldur en 3 max 4 seríur á þessum þáttum
Já, þeir eru svona eða hvað? Mér finnst það svona frekar hugmyndaríkir sko, handlisöfundar er þáttum Hver er ekki? Jonathan Nolan? Jú, Westworld já Hann náttúrulega gerði fyrstu, 2 seríunar og áttu bara að vera 2 eða eitthvað svoleiðis Westworld. Svo var hann neyddur til þess að aðrir voru neyddur til þess að halda áfram þessu þætti en Já, það var svolítið vel sko. Það fór mjög vel á stað sko. Já, mjög vel fyrstu 2 seríunar voru bara brilljant En mér finnst það frábær líking eins og við Last of Us sko, það sem að menn eru handritshöfundarnir eru svona aðeins læstari inn í búrinu sko, búri söguna sko og meðan í Fallout þá einhvern veginn þú veist, það kemur ekkert óvart þó þú myndir koma manna óvart einmitt með 3. seríu sko Já. bara þegar ég man eftir fyrstu og hugsaði bara að nú getur ekki verið að góð sko þú veist, það lítur að vera aðeins erfiðara, en svo var nú bara jafnvel betri að þegar hann þetta er svo frábæra persónur eins og þið segir, persónusköpunin og Gúlinn náttúrulega bara, hann er algjörlega En hver er maður í leiknum ef maður er að spila? Sko, þú ert og býr til þín eigin persónu, þetta er svona roleplaying game sko Já, sko í öllum leikjum þá leikur einhverja persónu úr einu af þessum voltum nema í New Vegas þá leikur postmann sem er skotin að þarna í hausinn í byrjunni af leiknum hana Matthew Perry einmitt, sem var mikið látandi og vildi fá leika hann ég nefndi það í fyrra Fallout-þættinum hér sko að einhvern veginn fekk hann svo massívan sínadrátt að spila Fallout 3 það þurfti að hringja sjúkrabíl Matthew Perry en hann var mikið látandi leikinu og þá fannst það bara alger no-brainer að fá hann í New Vegas og tala fyrir hann að Benny karakterinn þar sem skýtur í hausinn í byrjunni en já, annars byrjuðu til þín eigin persónu og þarna En er Gúlinn eða að þæla þarna er þetta bara þeir eru bara með leiksviðirinn og eru bara að skapa persónur og bara henda playerinn Þessum er þetta svo fárlega vel gert Já, ég held að svona þessar 3 persónur sko, Lucy, Gúlinn og Maximus ég er svona þannig gerðir að það geta verið þú veist, einhver persón sem býr til í leikjunum sko. 100% af því að það er eins og í Fallout 3 þá leik Liam Neeson með pappan þá er það þannig að pappiðin er tekinn og horfinn og þú ert að leita pappaðinu það er plottið Fallout 4 spila hann aldrei þetta er að finna soninn þetta er alltaf svona svolítið svipað sko, en svo er þetta mismunandi sidequest og mismunandi og getur farið út allt, þú veist, það er free roaming og ég veit ekki hvað þannig að við erum spennt fyrir næstu seríu Já, ég myndi segja það sko Já, bara þetta gerir ekki til neins annars en bara bjartsýni og já, maður vill meira sko Mér fannst það líka með aðra seríu sko þegar svona kynna okkur hluti sem er svona tengt heiminum sem margir spilendur svona kanna þú veist bara New California Republic þau hugsa bara, ég veit allt með New California Republic ég kann söguna og ég veit sko þetta ég mér er svona þættin svona bara gefa svona ákveðin skín vera hverjir eru fyrir hvað það standa fyrir þeir eru bara basically vilja endurbyggja Bandaríkin eins og voru áður en springir í fjalli og þættin svona gefa svona sín að þeir eru góðu kallanir þó að þessi með rosalega galla sem kannski mögulega fara út í 3. seríu og Legionarnir vilja bara byggja Bandaríkis og Rómaveldi á sínum tíma allir klæðist einhverju svona amerísku fótbolta brynju og sólgleru og með eitthvað með svona takmarka sögulega þekkingu á Rómaveldi en er að byggja upp svona Róm sko. Það er líka, þú veist, mér fannst þetta líka hvernig það verið kynntir í, þau kom hann að fyrst fram núna í annari seríu og mér fannst þetta bara svona fannst það alveg virkilega gott hvernig það voru kynntir því að þeir voru þannig í einhverju sporgarstyrjöld en það var bara eitthvað lítill hóll á milli einhver lítill hóll eitthvað og þeir, að því að gamli Síserinn er dáinn, hann er eitthvað starf á toppnum hana og þeir bara býða eftir að einhver myndi taka það og þetta var þessi miði sko this dies with me jú, I'm the Caesar, it dies with me og hann bara, ég etur miðan drullu gott ég bara ég fíla þetta og náttúrulega í öllu þessu gallerí þá er náttúrulega The Ghoul og Walton Goggins er bara minn maður og við þurfum eiginlega að koma þess inn á sko hversu mikil áhrif hann hefur haft á hártísku kallmanna Goggins hann er náttúrulega bara í White Lotus sem dæmi, þá náttúrulega var hann bara með stóra enni sitt og var bara alls ekki að fíla það menn eru farnir að sleikja hárið aftur
Já, hann er sem sagt sko, já, hann þykir vera með eitthvað hákollvik sko og ég er alltaf með hákollvik líka en ég hef nú, þetta er nú mörg ár síðan að ég fór að halla mér á hann sem svona, þú veist, það er töff að vera með hákollvik sko og það er gaman að því ef að fleiri stökkum borð sko. Já, þetta er ákveðin bjartsýni fyrir marga kalla á Íslandi og en örgulega slæmt fyrir ákveðina líta Já, það vont fyrir þá sem að selja ferri til Tyrklands í hárigræslu þetta er yfir businessin sko. Alla það hvílíku önnur einn serja ég bara man ekki hvernig maður var svo ótrúlega spenntur finnast þetta hvert einu sinn Já, það er svo gott þegar maður er með allavega eina svona vikulega serju á kantinum þar sem maður er að bíða sko. það er mjög hressandi sko. Nákvæmlega Er það ekki bara klukkutími 59 mínútur Glæsilegt Stórkoslegt minna fólk að fara í tófólk tala við okkur þar og Stefán hvernig heldur við fáum þið næst? Já, bara þið meðum bara hafa sambandi við mig hvernig sem þannig séð sko en Night of the Seven Kingdoms það er alveg spennandi og það verður kannski stutt serja Já, það er bara styttra í uppgjörþátt ég held að þetta er búið að vinna sér þátt strax sko. 100% við ætlum að taka líka Heated Rivalry svo er einhverju norski þætti sem allir að tala um nú Já, með einhverju bjórkelling Já, hvað er málið með það? Ég veit ég get ekki fylgst með öllu sko. Já, það er bara allt í einu í gæra og bara fór allir að tala um hennar þátt sem er á RÚV og bara það þurfa allir að horfa á þetta og Hallgrímur Helgason skrifaði um þetta og ég veit ekki hvað þetta var vist bara að vera fárlega gott Ölhund en Berit á RÚV Þetta norski það er konu að drekka bjór Já, það er eitthvað eitthvað rosalega ádæleysu og svo er dönskona á RÚV líka Já, dönskona á RÚV Svo þú að taka við ætlum að taka Heated Rivalry líka kynlýstættir á HBO Já, svo er að skella á bara þetta er næsta bylgja sko það er að koma alltaf, hvað var ég að segja Lincoln Lawyer er kominn og Harry Hule er á leiðinni og svo er að koma season 2 af Paradise og Cross, Alex Cross, það voru helvítið góð þetta Paradise er alltaf svolítið á svona kannski fallout línunni, það er svona það sem bara allir eru búið undir svona hvelfingu dóm, svona glerkúpull yfir ónýttum heimi sko. Ég var frekar hrifinn af það virkaði sko Náttúrulega, hvað heitir hann Stanley Brown algarinn í Paradise náttúrulega í fyrst kynntustónum í þarna hvað heita þetta drama þetta hvað heita þeir datt út um mér núna Þetta kemur alltaf fyrir mann sko. Alltaf þegar maður þarf á upplýsingunum að halda það er það ekki að finna það er bara þannig því miður Það voru samt örgulega mjög góð þættir sko. Mjög góð það er með sískinin 3 það sem maður sér bæði framtíð, fortíð og nútíð sko þetta aðeins út um mér núna það er hellingur yfirvofandi sko. Við druknum eins og alltaf í ykkur til að tala um það er nú ekki nýtt svo. Það er bara frábært Takk fyrir að hlusta, þar til næst strákar Takk fyrir ykkur Já, sömuleiðis takk fyrir að koma Takk